Þá ætlum við að taka fyrir fránámsluteikninguna. Ég ætla að sýna ykkur hvernig við setjum upp, teiknum upp fránámsli í sökkul og svo hvernig við teiknum á fyrstu og annarri hæð. Við vorum búin að setja upp sökkulinn, búin að innsetta hann sem S-þref, eða ekki, attach hérna. Og við erum með þetta sem sagt í réttri grunnskrá, eða sem sagt við vorum búin að opna þetta í réttri grunnskrá, búin að vista þetta. Sama stað á sökkullinn við og þeir eru með þessa leira hérna inni, eða ekki. Ég var líka búin að sýna ykkur í fyrra myndbandinu hvernig maður stillir multilíterinn, þannig hérna, búin til annotate standard multilíter svo við getum teiknað kódana, þessa hérna, sjáðu. Við ætlum að teikna þetta hérna upp og ég ætla bara að byrjum bara einu. Við tökum bara regnvatnsflötuna fyrir fyrst. Hún liggur hérna, sjáðu, frá allt þar sem stendur tónn N stendur fyrir þakniðjufall. Pípan frá þakinu, tekur við regnvatninu á þakinu, liggur þetta niður og hérna ofan í jörðina og regnvatnsflötun tekur við þessu og það fer hérna ákveðin safnbrunn sem rennur svo út í lagnir frá viðkomandi sveitarfélagi eða viðkomandi bæ eða borg, hvað sem við erum við. Ég er hérna í homeflipan. Ég ætla að byrja því að stilla hérna þennan hérna leið og teikna hérna smá hring. Ég ætla að vel mér bara 2-point hringinn og vera hérna einhvers staðar 50 mm frá innan og teikna bara hérna 100 mm hring. Þessi hérna, þetta fá texta. Við þurfum að búa eitthvað til hérna smá textaleifi sem við skulum bara nota. Það er til L-texti 10 hérna. Við skulum bara notfæra okkur þannig hérna, layer, förum í layer properties og L-texti hérna, klikka hans á hann, hann er verið svona blár og úti hérna á new layer og segir hérna P frá rennsli reg og texti, svona, þetta er. Setjum hérna sem current layer og exa þetta og þá getur ég farið hérna í single line, þetta nota single line og setjum startpunktinn hér. Hann spilir rotation á angle og test, það hittir bara enter og já, þetta ætti að vera klárt. Skrifið bara hérna í tónn N og smellir svo bara fyrir utan og hittir escape. Skulum breyta samt litnum hérna á þessu layer hérna, smellir hérna á color layer og skulum setja hann í þannig hérna color freeze. Ok, þá var hann klár. Síðan tek ég þennan hérna layer sem heitir P frárensli regn lagnir, þetta er langt að heita þessu, og teikna einfallega línu bara hérna frá þessa hring hérna. Þannig að við kunum kveika hérna á, við förum hérna í, hvað er það, hérna þetta, opið snappið, hægri smellum, kveiki hérna á kvadrant. Þá getum við gripið hérna í brúnina á rörið. Förum bara eitthvað 200 mm hérna út til að byrja með. Þannig. Ítum á escape. Veit ég hvað hérna. Ítum á escape. Og tökum svo offsetið okkar hérna. Og stillum það á, eins og stendur hérna í fyrirmyndinni, sjáðu regnvatnslögnin hún er 675 mm.
frá brúninni og það er offset 675 og enter og þess að getum við ekki offsetað. Nei, við getum náttúrulega ekki offsetað S-þrefinu, það gengur ekki. Þannig við ítum escape og ítum bara line hérna svona og rennum okkur af stað svona frá horninu hérna svona rólega svo við zooma vel inn og slæðum það á 675 og enter. Þá byrja línan hérna á þessum hérna punkti og hún byrjaði 675 mm frá brúnni. Tökum hann bara aðeins hérna niður svona, þurfum ekki að falla leið og síðan alltaf getum við notað okkur kamfer skrifunina. Ég skal kamfer þetta saman og ég að tala þetta hot hérna. Skulum aðeins skoða hversu langt það þarf að vera. Ég tók 200 hérna út. Það eru 675 sem við tók. Það voru sem sagt 475 eftir, helmingurinn af því, þetta er 200 þá. Og ég dilli þá kamferinn hérna, ég er örugglega að kveikta á honum og velji hérna distance hérna niðri og slá 200. First canvas distance 200 og second canvas distance 200 líka og smelli þá hérna á mótliða línur. Nei, það er ekki þetta. Svona. Það er eitthvað hluti vegna þetta ég aftur á kamferinn hérna. Kamfer, enter.
Þannig að þá ætla ég að setja brunnana inn. Það er þessi hérna. Zooma sér nú þetta. Við setjum bara báða brunnin inn. Ég er búinn að fókusa bara á regnvatnið. Ég ætla að setja hérna annan brunnin, hann er 600 í þvermál. Stærri brunnin er 1000 í þvermál. Mannopið er sennilega 550 í þvermál, það var hérna innri hringurinn. Við einfaldlega notum okkur, já, síðan vantar okkur hérna smá viðmjörnarpússi. Það er 866 hérna frá ytri-brúninni sem er þá miðjan á þessum hérna, ytri-brúnin á þessum, 866 frá steikturhlutanum, 2227 frá brúninni hérna og í miðjan á þannig hérna. Við höfum svona ekkert mál hérna á milli, þegar maður bara sirka það eins út. Við eigum með layer hérna sem heitir P frárennsli brunnar, veljum hann. Hún svo til smá viðmiðunarlínur. Það var ein lína hérna frá og hérna niður sem var í fjarlægðinni 2227. Þetta er, og ég tek hana bara svona líka. Þetta er bara viðmiðunar ég eyði þessu út eftir og svo var 886 til hliðar. Tek aðra línu hérna, 886 enter og tek að svona línu. Það er auðvitað til að miða við þegar við setjum brunnarnir sko. Tökum bara hérna 2 point, byrjum á því. Því ég ætla að byrja að taka stóra brunnin og hann er það sem að þessar línur okkar mætast hérna svona og beint út og sjá ég bæi upp hérna þvermálið og slægi inn 1000 þetta er. Hinn brunnurinn okkar er í einhverju óræðinni fjarlægð, ég sé ekki alveg hérna á teikningunni hvað hann er sko. Við kunum bara byrja okkur hérna niðri, það er kannski ágætt að setja bara upp línu hérna. Hann er hérna einhvers staðar. Ég teikna bara línu svona þvert yfir, eitt kross. Þetta er svo svartkólu með 2 point. Svona, og þá er hann hérna í ákveðinni fjarlægð. Það sem var 600 og síðan er eitthvað mannop þarna á brunnunum. Þetta hérna er alltaf bara í miðjunni. Þetta hérna er hringur sem er 600 líka. Sjá, hana, nú tek ég aftur 2 pointið minn og ég byrja bara svona einhvern veginn á þessum brunni og fer hérna inn að miðjunni og segi hérna 600, enter. Og svo offseta þessu 50 mm inn. Þá er við búin að fá mannopið sem er svona. Þessar escape og þá með ég eyða út þessu hjálparinni sem við gerum á þessum hérna og þessari. Delete. Þá ætti það að vera komið. Og þá teikna ég brunnuna. Þá get ég klárað að teikna regnvatnslögnina sjálfa hérna að brunninum. Byrjaði að teikna hérna smá línu hérna. Bara 100 mm finnst mér. Og þá getur ég fyllitað restin. Nei, ég myndi taka 100 hérna upp og svo tek ég bara óræna línu hérna sem er 45 gráður. Og svo tengi ég þetta saman. Þá verður þessi regnvatnslögn komin. Ég býð svo til annað myndband eftir sem að ég klára þetta. Ég fer í bráðrennsli, sem við sjá, nú ætla ég að gera eitt hérna tricks. Nú ljómaði þessa línu, ég nefndi ekki að fara að leita henni hérna uppi. Þið sjáu að hún kemur hérna, hún birtist á hérna, ég víti escape á hverfunum, ekki? Ég ljóma hana og íti hérna á eitt sem heitir
make obvious layer current. Þá þarf ég ekki að leita að henni hérna í listanum. Svona ákveðin flýtilegur. Jæja. Búinn að stilla yfir þennan layer. Tek línu hérna. Og já, mér sýnir svo að grunnurinn sem mér hefði mátt vera aðeins neðar svona miðað við öll flugvél, það ekkert mál, ég færa hann bara, ég fer í move hérna, grípi hérna í og ég færa hann aðeins, bara sirka í þessari línu þar, bara beint niður, 300 niður. Þá ætti ég að fá þetta rétt, þá fer ég í line hérna og ég fer hérna í 100 hérna upp og aðeins að ítreka til þess að fá hérna punktina á brunninum minni og þá er ég búinn að stilla og kveikja hérna kvadrant. Ég ætla svo að búa til eina óræða línu hérna í 185 gráðum eða svo 45 svona. Ég ætla að taka svo extend, extend og enter, smetla þessa línu og svo getur ég tekið trim, já, escape og trim, getur einu svona enter og þá getur ég kvartað þessi í burtu. Þá átti frárennslislögnin sjálf að vera komin, okkur vantar bara smá texta, það er sem sagt líterinn hérna og við skulum hafa hann bara líka í textaleginum regn, þó hann sé ekki alveg sama lítur á honum og er hérna. Svo ég ætla bara að hafa þetta allt í sama lit, þetta er hérna í lítir, ég hef með hvað frárennsli og segi hérna á horninu svona kódi t.x.xx og við ætlum að close þetta svona. Gera það sama hérna niðri, hérna er kódi. Þannig ég bara hugsa réttvæðslögnina. Hérna er kódi. Já, ætti nú að vera kódi hérna á horninu reyndar. Alltaf. Hérna er kódi, hérna er kódi. Hérna er kódin við brunninn. Bætum við eina kódi hérna. Þá erum við góð. Lítir. Segjum hérna. Já, það verður svo sem nóg að hafa hann hérna bara. t.x.xx. Þannig að við getum sjálf þessi kópera þennan þá yfir, við getum að fá þetta alveg nákvæmlega eins. Grípi hérna punktinn. Svona, svona og hvað var best að afkóta hérna, að sjá, að skoða þetta betur. Ég ætlum aðeins að betrumbæta þetta í leiðinni. Ok, við skulum setja bara hérna yfir brunninn, það er ekkert mál. Þannig að þá þurfum ég að fara í líterinn. Það ætla að snúa þessu öðruvísi og gera þetta svona. t.x.xx. Close þetta editor. Og þá vantar okkur bara upplýsingar efnið, bæta því við. Það er sett brekkfastlögn hérna. Já, hún endurtekur sig aftur og hún er hér. Þannig að. Og þá finnst mér best að þegar ég er búinn að græja texta einu sinni þá tek ég hann, kópir hann og smetla hann hérna niður. Svona, við skulum tvísmetla á hann og skrifum hérna lög. Höfum hann í stórum stöðum. Og ég ætla að ná í Ég verð að
að fara í, ég fer aðeins lengra lína þessu, ég kveiki hérna á Windowsnu, það sem ég gerði hérna, ég veit ekki hvað þið sjáu það ekki, ég smelli á Windows-merki hérna neðst niðri og kveiknar þessu hérna og hérna efst upp er leitamerki að search, ég smelli á það og ég slæ inn karakter map og við annað komum þessi hérna, farið í search og sláum karakter map og þá fáið upp þessa, þetta er alltaf innbyggt í Windowsinu og hérna ætti að vera öð, þetta hérna, select og copy, þá er það komið. Þá getum við farið inn í textan ykkar og einfallega hægri smelt og svo paste. Við ætlum að greiða regnvatnslaug, bandrygg Ö150 ST, bandrygg 150 ST og 20 promil, þá þurfum við að fara aftur í karaktermappinn og hann er hérna, það er promilmerki hérna, sem að skrolla örlítið niður. Þurfum að fara svona 2/3 niður cirka, þá sjáum þetta hérna. Hérna er promilmerkið. Smellið á það, select og copy. Fara eftir textan og hægri smellið svo í paste. Svona, þá ætti það að vera komið. Og smellum svo bara hérna fyrir utan eftir þess til að koma út úr þessu. Takið svo þennan texta, ekki snúa hann alveg strax, kópurum hann hérna niður, grípum hérna bara einhvers staðar í svona fjarlægð. Við viljum setja upp hérna, einn texta og annan hérna. Úps, ég sá við renni í músina þessi græna punktinn. Og þá ætti ég að fá hjálparpunktinn út. Þessi hérna texti ætlum að rótita hana bara. Þessi basement hérna og þá getum við rótita hann hérna, nei byrju, rotate, smellum á basement hér og getum já, nei, þetta er singular text, þannig við þurfum að fara aðeins. Við þurfum að fara hérna í. Við þurfum að hægri smella, kveikja properties. Þetta er þessi hérna komið upp. Og hérna er rotation. Við þurfum að slá hérna inn. Svo. Við getum ekki slegið. Við ýtum hérna svo mass rotation to layout. Við þurfum að ýta hérna á no. Ok, þá snýra sér og þeir setja 90 hérna. Þá ætti þetta að vera komið. Sem þetta bara. Og færum textana til hérna. Þannig að hann sé nú eitthvað þar hérna fyrir miðjur, svona. Sko, þá ætti regnvatnið að vera komið. Við bara setja málsynninga á þetta eftir. Ég ætla að fara svo aðeins yfir næsta myndbandi. Ætla ég að fara yfir grunnmyndir í sökkli á fyrstu og annarri hæð.